Hæ, Guðrún Bergmann hér. Ég er komin hérna með ásakið smá stjörnuspekiskýringar. Í dag eru sumarsólstöður, ég er að taka þetta upp hérna á fimmtudegi og ekki á morgun heldur hinn að þá verður fullt tungl, þannig það er rosalega mikið að gerast í rauninni orkunni í heiminum núna og að því hefur í góðu sambandi við hann Rory Duff sem er svona líflandfræðingur. Hann er breskur og hann hefur sérhæft sig í orkulínum og hann segir að í hvers skipti sem að það eru jafndægur á vori og hausti og sumar og vetrarsólstöður, þá í rauninni víkki allar orkulínur jarðar. Það er að segja þær þenjast út og verða stærri og það sem hann er búin að vera að skoða núna er að það koma líka svona eins og skuggar af þeim þannig að þær eru að verða mun öflugri. Þannig að jörðin er í raun að vakna til sín sjálfs á nýjan máta og er þess að hafa sko í miklu fleiri, þetta var yfirleitt alltaf bara í nokkra daga síðan megin við þessa punta í almanakinn okkar en er núna mjög algengt að það nái yfir 30 til 50 daga svo að þessi þensla er að nánast að verða samfelld yfir allt árið. Svo það breytir rosalega miklu. En Úranus, hann er sko komin inn á 25. gráðu í nauti og hann hefur ekki verið á þessari gráðu í 84 ár því að það hringferlið hans sporbaug er rúm 80 ár og hann er að hafa núna ný áhrif og þess vegna er mikilvægt fyrir okkur að skoða í kortunum okkar hvort að við séum með einhverjar tengingar við plánetur á 25 til 28 gráðum. Hann verður að rúlla fram í október á þessu ári yfir þessar gráður og þangað til hann snýr við og bakkar eitthvað aftur inn í merkið sitt. En ef við erum einhverjar gráður, einhverjar plánetur á þessum gráðum, í nauti, ljóni, sporðdreka eða vatnsbera, sem að kallast þessa kardinála merki, að þá getur það verið að hafa áhrif á okkur og við viljum meira frelsi, við viljum gera hlutina á nýjan hátt og finna kannski frumherjan eða frumkvöðlin í okkur sjálfum og Úranus, hann er líka svona, hann klippir á hluti, það gerist ekkert svona línulega hjá honum, hann bara skyndilega klippir á eitthvað, hann skyndilega kemur jarðskjálfta, hann skyndilega kemur eldgos eða hvað annað og þessir jarðskjálftar og eldgos getur verið jafnt hjá fólki eins og í jörðinni, þó við séum svo sannarlega búin að hafa nóg á hvoru tveggja í jörðinni hjá okkur líka. Að það bara gera okkur grein fyrir því að það eru áhrifin, þau hafa ekki bara áhrif á jörðina þó að pláneta sé í nauti, heldur á okkur sjálf líka. En Úranus bendir okkur líka á það sem við höfum vaxið upp úr, það sem við ætlum ekki að gera lengur, það sem við erum hætt að gera og hætt að endurtaka. Þannig að það er rosalega mikið breytingatímabil hjá fólki, mikið flutninga, mikið breytingar í tengslu við vinnu og annað þess háttar og ég finn það svo sannarlega innra með mér að það eru ofboðslega miklar breytingar að gerast og mér finnst ég sífellt vera í breytingaferli og alltaf fá nýjar hugmyndir, það er svo dásalegt. En sko Úranus er líka sendibúið guðanna, þannig að hann kemur með hugmyndir til okkar. Svo við skulum alveg vera í góðu sambandi við hann. Neptúnus, hann er hins vegar sko á 29, hann er á 29 gráðum og 55 mínútum í fiskum, þannig hann er alveg við það að fara inn í hrútinn en gerir það samt ekki fyrir undir lok þessa árs en á þessari 29. gráðu þá er hann að grafa upp allt það sem að miður hefur farið í fiskamerkinu og það er líka sko og það sem að miður hefur farið það er sko, hvað ég var að kalla það, hvers konar blekkingar og hulur sem hafa verið dregnar fyrir augu okkar, hann tengist fjölmiðlum, lyfjafyrirtækjum, eituráhrifum í vatni, mengun í vatni
blóðin í líkama okkar og ónæmiskerfinu og Neptúnus hefur líka mjög sterka andlega tengingu þannig við megum öll búast við því að næmi okkar sé að aukast og við séum að öðlast svona víðari skilning á því sem að gerast í heiminum og einmitt að þessi hula sem að hefur verið, þessi hulablekkingar sem hefur verið, hún sé að í rauninni að hverfa frá augum okkar svo við sjáum hlutina á annan hátt. Þegar hann er svona aftarlega í síðasta merkinu í stjörnumerkjahringnum vegna þess að hrúturinn er fyrsta merkið og svo fer hringurinn alveg þangað til komið að fiskunum og svo byrjar nýr hringur. Að þá tala margir stjörnuspekingar það að þessi staðan Neptúnusar sé táknræn fyrir það að sko, það sé endir á þeim heimi sem við höfum þekkt hingað til, þessum blekkingaheimi og við séum að fara inn á nýtt svið eða aðri tímalínu þó að sko, það sé endir á heiminum eins og við höfum þekkt hann en ekki heimsendir. Svo það er mjög athyglisvert. Neptúnus hann er á því sem kallast öxull alheimsins sem sem sagt, fyrsta gráðan í hrút, krabbavog og steingerð. Og þó hann sé í fiskum þá er hann það nálægt hrútnum að hann telst vera á þessum öxli, hann er bara svona utan merkja, svo allt sem tengist Neptúnusi kemur til með að vera mjög í, hvað ég var að segja, í fréttamiðlum eða ljósi eða sviði almennings. Þannig að það er svolítið athyglisvert. En sem sagt, ég er að taka þetta upp á 50. 20. júní og í dag klukkan 8:50 í kvöld hér á landi þá verður Neptúnus á 29 gráðum í fiskum í 90 gráðu spennuafstöðu við sólina og sem er á 29 gráðum í tvíbura og í spennuafstöðu við Venus sem er á 4 gráðum og Merkur á 7 gráðum í Krabba. Svo að sko tunglið er í fyrsta húsi í okkar korti í Steingerð, þannig að sjálfið snýst svolítið stjórn og reglur og lög og annað þess háttar og ef ég man rétt þá er verið að taka vantrauststillögu fyrir á þingi í dag og það er mikið að gerast í stjórnmálunum og af því að tunglið er í spennuafstöðu við Júpíter sem er í tvíbura í samskiptahúsi að þá er líklegt að kannski missir einhver eitthvað út úr sér sem hann á ekki að segja. Svo það verður einhver afhjúpun í samband við þetta sem að Júpíter mun þenja út svo allir munu frétta af því. Þannig að það er athyglisvert að fylgjast með því. Nú, sérst ekki á morgun heldur hinn að þá er tunglið á þann 20. og annan. Það verður fullt klukkan rúmlega 1 eftir miðnætti. Og við náttúrulega búum við það að vera hér svo norðarlega þannig að það er dagsbirta á nóttunni líka á þessum ástíma. Hins vegar veit ég ekki alveg hvort að tunglið sést allstaðar á þessum tímadag svona snemma morguns eða nóttina en það er á 1. gráðu í Krabba og af því að sól og tungli eru alltaf í andstöðu hvort annað þegar að tunglið er fullt að þá er tunglið á 1. gráðunni í Steingerð. Og af því að það er fullt tungl svona framarlega í Krabbamerkinu þá megum við eiga, eða það ekkert megum eiga, það verður annað fullt tungl líka í Krabba sem verður á 29. gráðunni og Plútó er að stinga sér inn á 29. gráðuna í Steingerð og sem er þá beint á móti Krabbanum og Neptúnus er á 29 gráðum í fiskum þannig að það er samtenging þarna á milli sem að gera það verkum að það verður margt að gerast í kringum það og Steingerðin hún er táknræn fyrir öll gömlu kerfin, hún er táknræn fyrir ríkisfyrirtæki, fyrir stjórnvöld, fyrir stórfyrirtæki og ýmislegt og bankastarfsemi, ekki síst og ýmislegt annað. En svo er það sko því ég hef haft mikinn áhuga á dvergplánetunum að þá er það dvergplánetan Ixion, hún er í samstöðu við tunglið á þessu fulla tungli
og plánetan Ixion er nefnd eftir hinum löglausa bróður Plútós í goðsögninni, en hann myrti tengdaföður sinn og fyrir það var honum hent út af himnum, hann fékk ekki lengur að vera meðal guðanna. Seifur sá auman á honum og hleypti honum inn aftur, en hann nýtti það tækifæri ekki betur en svo að hann eða þakkaði ekki fyrir það betur en svo að hann reyndi að nauðga eiginkonu hans Heru, en þá var hann bundinn við brennandi hjól og honum spunnið út í eilíðina. Og þetta er lægri birtingin af plánetunni, svo þegar við erum komin inn á það sem við getum kallað hérna andlegu braut, að þá kemur æðri birting og hún er að Ixion, það felst í táknmáli hans að finna hina innri gleði og hamingju í einfaldleikanum. Og til þess er orkan á þessu tungli mjög góð, þannig að það er að gera að nýta það og finna hvað það er í einfaldleikanum sem gefur lífinu okkar mikið gildi. Og ég hef einmitt verið að ræða það við yngri son minn, að hvað samskipti manna á milli skipta ofboðslega miklu máli í lífi okkar og hvað við þurfum að rækta samskipti við aðra sem að okkur finnst skiptir einhverju máli. Það skiptir mjög miklu máli. Við þurfum að vera duglega að hitta vini okkar, við þurfum að finna flöta á að vera ekki alltaf að borða ein eða eitthvað þess aftar, heldur með öðrum, hittast og fá okkur kaffi eða heitt vatn eins og ég og hann gerum, til að halda tengingunni og vera í samskiptum og finna það ríkidæmi sem felst í því að vera í tengslum við fólk sem okkur þykir vænt um. En svo er aðeins að syni Ixions, vegna þess að náttúrulega allir, þetta voru stórfjölskyldur í gamla daga, hann hét Nessus og hann er í samstöðu við Satúrnus í fiskum, og Satúrnus í fiskum er svolítið að leysa upp alla þessa ramma og þessa takmarkanir sem við höfum sett líf okkar, og hann er líka að auka byggja upp nýja andlega skilning okkar og annað þess aftar. En hann er allavega Nessus er samstöðu við Satúrnus, og ástæðan fyrir því að táknræði hans svolítið mikið núna er að hann var sonur Ixions og hann hafði svipaðar tilhneigingar og faðir hans. Satúrnus stjórnar þessu fulla tungli vegna þess að Satúrnus stjórnar steingetinni. Svo til að sjá heildarmyndina er gott að skoða aðeins goðsögnunum Nessus. Því Nessus ásamt Chariklo og Chiron voru kentárar, það er að segja hálfir menn og hálfir hestar. Og í goðsögninni þá bað Herkules Nessus að ferja eiginkonu sína, Deianeira, yfir á. Nessus reyndi að nauðga henni, líkt og faðir hans hefði gert með Heru eiginkonu Seifs, en Herkules kom eiginkonu sinni til bjargar og skaut og drap Nessus með eitraðri ör. Þar sem Nessus lá deyjandi, gaf hann Deianeira eitrað blóð sitt og sagði henni að þetta væri töfra ástardrykkur sem hún gæti gefið Herkulesi ef hún grunaði einhvern tímann að Herkules væri henni ótrúr. Hún trúði Nessusi þrátt fyrir það að hann hefði reynt að nauðga henni, og þegar hún hélt eitt sinn að Herkules hefði verið henni ótrúr, þá setti hún þennan vökva eða blóðið eitraða blóðið í skyrtuna hans, og Herkules fór í skyrtuna og eitrið hafði þau áhrif að hann dó. En þegar Deianeira áttaði sig á því að hún hafði verið blekkt, þá varð hún viti sínu fjær og endaði á því að fyrirfara sér. Þessari afstöðu Nessusar við Satúrnus fylgja því alls konar þemu og þræðir sem tengjast blekkingum og gaslýsingu, eitruðu blóði og því að iðrast hlutana. Neptúnus, svo hann kemur aftur inn í myndina, hann táknrætt fyrir blóð okkar
og ónæmiskerfi, en hér enda svikin og það út af því það svo stutt í að Neptúnus fari úr fiskamerkinu og haldi í annað hringferli. Svikin hafa meðal annars tengst misbeitingu valds, en vert að minna samstöðu Satúrnusar og Plútós sem varð 12. janúar 2020 sem hrinti úr vör misbeitingu valds með lokunum og öðrum þvingunum og takmörkunum í tengslum við heimsfaraldurinn. Við erum ennþá að vinna úr því. Nessus líka að hjálpa okkur að skilja og losa djúp og gömul mynstur hjálparleysis sem verið að nýta til að kúga fólk. Svona, ég veit ekki hvað ég á að gera eða hvað annað sem kemur upp. En nú þegar þessu tímabili að ljúka þá erum við að fara inn á æðra svið þar sem hinn sanna heilun getur átt sér stað. Því Nessus hann á vissan hátt að sprengja upp veruleika Satúrnusar sem stjórnandasteingeitarinnar og þessa fulla tungls, en sá veruleiki tengist meðal annars bönkum, stórfyrirtækjum og stjórnkerfum eins og hefur komið framar. Svo erum við með aðra dvergplánetu sem Sedna, þið munið kannski eftir því að hún var þessi Inúítagyðja sem sökk til botns í hafinu og að hlutir af líkamhennar eða fingurinnar breyttust í seli og önnur falleg sjávardýr og hún varð gyðja hafsins. Svona þarna í þessu kalda svæði heimsins, en hún mitt á milli Júpíters og Úranusar núna, svo það eins og hún sé að draga saman orku þeirra eða ná aftur samstöðinni á milli þeirra sem var í 20. apríl síðastliðinn og hafði mjög mikil áhrif og umskipti, þannig voru margir sem fundu bara líkamlega fyrir breytingunni. En þessi afstæða getur hugsanlega líka tengst í að við séum að öðlast meiri skilning og þekkingu á ýmsu sem í undirdjúpum hafsins eða úti í geimnum af því að Júpíter og Úranus voru báðar pláneturnar eða báðar goðsagnirnar voru sendiboðar guðanna. Og svo það dvergplánetan Salacia, hún í samstöðu við norðurnáðuna á 11 gráðum í hrút, en norðurnáðan táknað fyrir sameiginlega leið sálarþroska okkar, það sé hvert við sem heild erum að fara í þroska okkar. Og hún líka tengd höfunum því henni fylgir hafmeyjuorka og hún birtist í hennu glitrandi sólar- og tunglsljósi sem merlar á haffletinum og á stöðuvötnum og hún líka tengd ljóseindaljósinu af því við erum að fara inn í ljóseindabeltið eða fótónbeltið og hún berst með vatni svo þetta snýst allt tíðni og orku sem að berast okkur. Og af því það svo mikið sem að gerast framundan að þá mikilvægt fyrir okkur að halda ró okkar og að leita inn á við og hugleiða reglulega stundæfingar, kannski eins og jóga eða tai chi eða qigong eða eitthvað þess að sem svona hægar og halda okkur svolítið mikið með fókusi í líkama okkar og síðan að stunda öndunaræfingar. Og ég mikið talað öndunaræfingu sem ég kalla hjartaöndun, þess að við öndum inn í hjartað eins og hjartað væri lunga og tengjum í rauninni heila og hjarta með þessar æfingu sem gerir það verkum að hjartað fær að stjórna meiru í lífi okkar heldur en heilin sem á í rauninni að vera þjónn hjartans af því að hjartað stjórnstöð ætti að vera stjórnstöð hjá okkur og sérstaklega verður það þegar við höldum áfram inn í þessa kærleiksorku sem við erum í svo að það rosalega góð öndunaræfing og síðan náttúrulega mjög gott að biðja fyrir frið í heiminum því fleiri sem senda frá sér bænir en sitja ekki taugaspenntir yfir sjónvarpsfréttunum og í ótta að eitthvað hræðilegt sé að fara að gerast að þeim meiri áhrif getum við haft á meðvitund allra sem myndi þá gera það að verkum að það meiri líkur á það verði friður. Þannig að við ráðum mjög miklu það hvort það eða verður friður hjá okkur af því að meðvitund okkar hefur svo mikið að segja með það. Og ég náttúrulega held innri ró en ég samt alveg svakalega spennt vegna þess að ég búin að vera að vinna þennan bækling, ég veit ekki hvort að þið sjáu það vel,
hvort það glappar eitthvað leiðilega á hann, en hann heitir Undraolían sem heilar. Þetta lítil handbók upp á 44 síður sem fjallar í rauninni allt það sem við getum nýtt okkur af laxerolíu. Hún náttúrulega, þið búið að sjá örugglega fullt af myndböndum á YouTube þar sem verið að tala castor oil og íslenska þýðingin á því laxerolía og hún að gera undraverða hluti. Ég hef náttúrulega notað hann í mörg ár til að sem bakstra á kviðin, því ég er búin að vera með alls konar vandamál í þörmum og ristli en nú hef ég tekið það fastari tökum og að nota hana á hverjum einasta degi af því að það eru komin nýju bakstrar sem maður getur sofið með. Og svo ég að bera hana á andlitið þannig að húðin hefur slést og það meiri fylling í henni og svo bara í þessu litlu handbók þá eru ótal uppskriftir eða upplýsingar það hvernig við getum notað olíuna til að bæta heilsu okkar. Og ég ég bara elska þessu olíu, ég verð að segja alveg eins og og ég svo spennt að kynna þetta vegna þess að það hefur í rauninni legið á mér að drífa í að skrifa þessa handbók og ég búin að vera að vinna hana núna í maí og júní og núna hún á leið í prentsmiðju þannig hún verður tilbúin til afhendingar í byrjun júlí og en ég að bjóða hana á forsölutilboði inni á vefsíðunni minni, þar sem hún kemur til með að kosta 1990 fullu verði, en ég að bjóða hana á 1590 og þeir sem kaupa hana í forsölu, þeir sem sagt geta nýtt sér það verð eða það tilboð, svo ég ætla að setja hlekk undir þetta myndband inn á síðuna sem þið getið þá kópirað og sett í browser hjá ykkur og fundið og keypt og í byrjun júlí þegar að handbókin tilbúin og búin í prentun að þá verður hún send til þeirra sem hafa keypt í forsölu og hún fer fyrst í útsendingu áður en að ég fer að dreifa henni í verslanir þannig að þetta svo spennandi ég alveg bara búin að vera titrandi að geta sagt ykkur frá þessu og líka það að geta fjallað laxerolíu við ykkur því að ég á eftir að tala mikið hana á næstunni því að þetta bara það sem að breyta lífi mínu mjög mikið núna. Það bara ekkert öðruvísi. Og það annað sem að breyta lífi mínu og ég mjög spennt yfir að á morgun sem þýðir að því að ég að taka upp á 50 degi á föstudagsmorgni þann 21. júní að þá ég að leggja af stað í hringferð landið með hóp við getum sagt andlegra iðkenda eða fólk sem áhugavert eða hefur áhuga á orku og orkustöðum og orkulínum Íslands og við erum að ferðast vítt og breitt landið og í rauninni förum alveg hringferð og ég ætla að taka upp myndbönd á ferð minni og setja inn á YouTube-rásina og eins inn á Instagram þannig að ef þið hafi áhuga getið verið að fylgjast með ferðinni, hvar við erum og hvað við erum að gera. Þannig að það spennandi tímar framöndan, alveg rosalega. Svo ég segi bara takk kærlega fyrir í dag. Ég sendi ykkur sem að hlusta eða þér sem að hlusta kærleik og ljós eins og alltaf og ef að þú hefur áhuga á því sem ég að gera þá alveg frábært að þú smellir á like við myndbandi og ég tala nú ekki ef þú ákveður að íta á subscribe takkan líka og vera áskrifandi því að þá færðu alltaf tilkynningar það hvenær ég að setja inn myndbönd og getur fylgst með. Svo takk.